Góðan daginn öllsumul og velkomin hérna til okkar í Smáratorg, Bónus í Smáratorgi og kæra þakki fyrir að koma hérna til okkar á þennan fund. Nú, við birtum uppgjör okkar fyrir síðasta rekstrarár eftir lokun markaða í gær og ég ætlaði að renna yfir svona helstu punktana í þessu uppgjöri. Hagnaður rekstrarársins, heyrið í mér hérna. Hagnaður rekstrarársins var 2.394 milljónir króna eða 3,2% af sölutekjum félagsins. Nú hagnaður á hlut var 2 krónur og 11 aurar, vörusalan 73,9 milljarðar tæpir. Nú framleiðin var 24,8% sem óbreytt framleið frá fyrra ári. EBITDA félagsins var 4.139 milljónir og við erum með heildareignir í lok tímabilsins upp á 29.384 milljónir. Handbært fé 222 milljónir, eigið fé í lok rekstrarársins 17.957 milljónir og eigin fjárhlutfallið 61,1%. Nú, ef ég fer yfir helstu breytingarnar hjá okkur á síðasta ári þá var stærsta verkefnið okkar að minnka hagkaup í Kringlunni. Hún var minnkuð helming, cirka 3.600 fermetra, þar sem við fluttum hana á eina hæð. Nú, við endurnýjuðum og stækkuðum Bónus í Kauptúni, við endurnýjuðum og stækkuðum Bónus hérna í Smáratorgi 700 fermetra. Bónus á Akureyri var endurnýjuð og stækkuð og við lukum ekki við það verk á síðasta rekstrarári, opnuðum í byrjun mars. Nú við lokuðum Söru í Kringlunu, sameinuðum verslunni í Smáralind og endurnýjuðum hana og stækkuðum. Við síðan lokuðum þessum litlu tískuverslunum öllum, eða þeim sem eftir voru, meðal annars Topshop og Karen Millen. Nú, síðan eru Debenhams og fleiri verslanir sem við lokuðum árana undan auðvitað inn í samanburðartölum hjá okkur. Á síðasta ársfjórðungi þá gjaldfærðum við síðan það sem eftir af leiguskuldbinding okkar í Holtagörðum og þar gjaldfærsla upp á 445 milljónir og hún færð á meðal annars rekstrarkostnaðar. Með þessum breytingum þá búið að fækka fermetrum tæplega 26.000 á undanförnum misserum og þar af eru 7.000 tæplega sem að fara út núna með Holtagörðum. Nú, ef ég fer yfir svona helstu áhrifaþætti þá vorum við að horfa á auðvitað gjörbreytt samkeppnisumhverfi á síðasta ári. Verulega aukin samkeppni, nýr aðili, næststærsti smásali í heimi, kom hér inn á markaðinn. Honum var heimilt að selja vörur undir kostnaðarverði sem okkur ekki heimilt og gerði það í mjög mörgum tilvikum. Við vorum að horfa á verðhjöðnun og ég hef sagt það áður að við erum að horfa á einstakt tímabil í verðbólgusögu þjóðarinnar undanfarna mánuði og misseri. Þetta lengra tímabil heldur við höfum séð áður og kannski brattara að mörgu leyti. Þannig að á sama tíma og við erum með kostnaðarhækkanir innanlands, meðal annars kjarasamningshækkanir launa sem að vega þyngst hjá okkur, að þá hefur verið, má segja, okkar áskorun að takast á við tekjusamdrátt í umhverfi þar sem að innlendu kostnaður að hækka. Nú lokun verslana hefur að sjálfsögðu áhrif, bæði tekjulega og síðan kostar einfaldlega að loka verslunum. Við vorum með tímabundnar lokanir vegna breytinga í hagkaup í Kringlu, hér í Smáratorgi, Akureyri og Söru. Þar horfum við á aukinn kostnað vegna breytinga og kostnað á meðan við erum ekki með tekjur. Við vorum með starfsfólkið í vinnu og fluttum á milli verslana og þannig að á því tímabili vorum við með kostnað sem var tekjulaus og síðan hefur að sjálfsögðu nokkur áhrif gjaldfærslan á leiguskuldbindingunni í Holtagörðum upp á 445 milljónir króna. Nú,
ef við horfum á söluþróunina í samhengi svona við þá þætti sem við horfum á í gengi annars vegar og verðlagi hins vegar, að þá heildarsölusamdrátturinn hjá okkur 8,2%. Vísitala neysluverðs hún að fara upp á tímabilinu 1,82%. Vísitalan án húsnæðis fer niður 2,21% og síðan þegar við vegum innkaup okkar í erlendu gjaldmiðli að þá krónan að styrkjast 9,4% sem hefur töluverð áhrif á okkur og þessi verðhjönnun sem við erum að horfa á þessu tímabili. Nú til að gefa ykkur aðeins innsýn í matvöruhlutafélagsins, að því þetta kannski segir ekki alla söguna, sölusamdrátturinn sem var í heild, að breytingin á milli ára í matvöruhlutanum sölusamdráttur upp á 6,8% og þar magni niður 3,3% einingarnar og við erum með fækkun viðskiptavina upp á 1,4%. En ef við tökum tillit til aflagðrar starfsemi að þá sölusamdrátturinn 4,5%. Magnið niður 2,6% en við erum með 1% aukningu í viðskiptavina fjölda. Þannig að við horfum á lægra verð á einingu á síðasta ári sem við erum að selja. Við erum með færri stykki í hverri körfu á meðan að við náum að auka viðskiptavina fjölda í þeim verslunum sem eftir eru. Nú ef ég fer síðan yfir rekstrarreikningin, að þá erum við með sölutekjur upp á 73.895 milljónir eins og áður sagði, sölu samdrátt upp á 8,2% á milli ára. Framleiðin 18.318 milljónir eða 24,8% og það sama framleiða hlutfall og við vorum með árið á undan. Við erum með aðra rekstrartekjur upp á 294 milljónir, laun og launatengd gjöld upp á 8.103 milljónir sem 11% af sölutekjum. Sama hlutfall var 9,7% í fyrra og þarna vegur auðvitað þungt að við erum með samdrátt í tekjum, við erum með kjarasamningsbundnar hækkanir og við erum með launakostnað í einingum tímabundið sem voru tekjulausar. Nú annar ekstra kostnaður 6.370 milljónir króna eða 8,6% af sölutekjum. Hlutfallið var 7,9% árið á undan. En það rétt að halda því til haga að í meðal annars rekstrarkostnaður gjaldfærslan út á holtagörðum. Þannig að ef við tækjum hana út fyrir sviga þá værum við 8% hlutfall í öðrum rekstrarkostnaði. Nú EBITDA félagsins 4.139 milljónir eða 5,6% af sölutekjum. Þetta hlutfall í fyrra var 7,5%. Við erum með afskriftir upp á 1.122 milljónir, hrein fjármagnsgjöld 68 milljónir, þannig að hagnaður fyrir tekjuskatt þarna 2.969 milljónir og heildarhagnaður eftir reiknaðan tekjuskatt 2.394 milljónir króna. Nú efnahagsreikningurinn, við erum með fasta fjármuni upp á 20.364 milljónir, veltu fjármuni upp á 9.020 milljónir, þannig að við erum með eignir samtals upp á 29.384 milljónir króna. Nú eigið fé félagsins 17.957 milljónir. Við erum með skuldir upp á 11.427 milljónir, þar af langtíma skuldir upp á 2,9 milljarðar rúmlega og vaxtaberðir skammtíma skuldir upp á 771 milljón. Nú handbært fé frá rekstri á síðasta ári var 2.938 milljónir króna. Við vorum með fjárfestingarhefingar upp á 2.574 milljónir og fjármögnunarhefingar upp á 2.616 milljónir. Þannig að við vorum með lækkun á handbæru fé á tímabilinu upp á 2.252 milljónir króna. Í ársbyrjun vorum við með 2.474 milljónir en í lok ársins 222 milljónir. Nú
Hér sjóðstreymisyfirlitið myndrænt og þar kemur fram að við keyptum eigin bréf fyrir 1849 milljónir á síðasta rekstrarári. Við greiddum ekki arð en þessar 1849 milljónir samsvarar 50 milljón hlutum sem að félagið keypti. Eigið fé félagsins í upphafi ársins var 17.412 milljónir króna. Við erum með heildarhagnað ársins upp á 2.394 milljónir. Endurkaupin upp á 1849 milljónir, þannig að eigið fé í lok árs var 17.957 milljónir. Sterk eiginfjárstaða eins og þið þekkið og mörgum allavega tveimur hérna inni finnst nóg en það er 61% eiginfjárhlutfall og 17,9 milljarðar. Arðsemin fer niður, við erum með 13,5% arðsemi á eigin fé og við svo sem fórum yfir það fyrir ári síðan að fjármagnsskipansfélagsins hefur aðeins beðið vegna þeirra verkefna sem við höfum verið að vinna í, fyrst Livju og nú Ólís. En það er undirbúningur undir breytta fjármagnsskipan samhliða þessu síðara verkefni sem við erum að vinna í og náum vonandi að klára innan tíðar. Sölutekjur upp á 74 milljarða tæplega og við erum með EBITDA þarna upp á 4.139 milljónir eða 5,6% af sölutekjum. Og við erum í gær í fyrsta sinn að gefa út áætlun fyrir árið og þar reiknum við með að EBITDA okkar fyrir það rekstrarár sem hafið verði 5 milljarðar og það hlutfallir 6,5% af sölutekjum. Vaxtaberandi skuldir hjá okkur í lok rekstrarársins voru 2.766 milljónir eða 0,7 sinnum EBITDA félagsins. Gangi Ólís samrunin eftir að þá verður þetta hlutfall 2 eða 2 sinnum EBITDA sameinaðs félags miðað við síðustu reikninga og við erum að horfa á það að vaxtaberandi skuldir félagsins verði 13,5 milljarður króna. Framlegð félagsins var 24,8% á síðasta ári sem óbreytt framlegð á milli ára. Við erum bara mjög stolt af því að vera með þessa framlegð. Við erum í verðhjöðnun og framlegðin sýnir þá og við erum að skila okkar bættu innkaupum og styrkingu krónunar til okkar viðskiptavina og á sama tíma þá erum við mjög stolt af því að geta verið ennþá ódýrasti valkostur fyrir íslenska neytendur en Bónus hefur sýnt það og sannað að þeir eru ódýrasti valkostur þrátt fyrir umtalsverðar breytingar á markaði. Kostnaðarhlutföllin, við höfum ekki séð launahlutfallið svona hátt og það skýrist af verðhjöðnun, kostnaðarvers kjarasamningshækkunum og einnig því að við vorum að greiða laun í einingum sem voru ekki með tekjur, þannig að það hefur áhrif. Við erum með annan kostnað þarna upp á 8,6% sem var 7,9% árið á undan og það telur líka gjaldfærslan í Holtagörðum, hún 0,6% af þessum 8,6%. Þannig að ef við tækjum þá færslu út fyrir sviga og berum þetta saman á samanburðarhæfan hátt að þá annars vegar 7,9% árið undan og við erum með 8% í ár. Varðandi Holtagarðana þá kannski bara fara yfir það að rekstrarbatinn við það að taka þessa einingu út á milli 160 og 170 milljónir króna á ári til framtíðar miðað við það að geta hreinsað þetta út. Við höfum verið að fækka verslunum og með því að loka þeim verslunum sem við lokuðum á síðasta ári erum við komin niður í 46 verslanir. Þetta svolítið hættuleg glæra, þetta fer niður í 0 ef ég held áfram. En ef við fer aðeins yfir fjárfestingarnar okkar,
þá var stærsta fjárfestingin breytingin í Kringlunni þar sem að við fórum af 2 hæðum niður á 1 hæð. Þar fækkun sölufermetra, leigðafermetra 3600 og þarna erum við í rauninni að fylgja eftir framkvæmdinni í Smáralind árið á undan þar sem að við minnkuðum búðina nánast helming líka. Þannig að við erum búin að minnka þessar 2 stærstu hagkaupsbúðir helming. Við erum að sjá mjög góðan árangur. Þetta veruleg aukning á sölu per fermetr, betri kostnaðarhlutföll og betri afkoma þessara búða. Hagkaup í Smáralind hefur hlotið fjölmargar alþjóðlegar viðurkenningar fyrir breytinguna sem var gerð þar í hönnun og öðrum þáttum reynda líka. Þannig að við erum mjög ánægð með þessa breytingar sem hafa verið gerðar bæði í Smáralind og eins í Kringlu. Nú, verslunin hér í Smáratorgi, við breyttum henni og hún var stækkuð 700 fermetra á síðasta ári, var lokað tímabundið á meðan. Á sama hátt þá erum við að sjá mjög góðan árangur á þessari breytingu. Hér var tekin upp umhverfisvænn kælimiðill, freon tekið út og kolsýra í staðinn í öll kælitæki og það LED-lýsing sem var sett upp. Þetta ný tækni og mér sýnist á tölum fyrir rekstur fyrstu mánuðina að þrátt fyrir að búðin sé 700 fermetru stærri heldur en gamla búðin að þá sé orkukostnaður 40% lægri heldur en það var í gömlu búðinni. Þannig að þetta veruleg breyting að verða á rekstri miðað við þessa nýju tækni. Nú, Sara í Smáralind, við sameinuðum Kringluna og Smáralind með því að loka í Kringlu, stækka og endurnýja búðina í Smáralind. Þarna erum við að fylgja fordæmi Inditex sem eigandi Söru. Hann á mörgum mörkuðum að fækka verslunum, gera þær stærri og betri. Þetta sá markaður sem að breytast hvað hraðast, hvað varðar netverslun og annað. Og einnig má segja verð á einingu hefur breyst umtalsvert. Ég held við séum að horfa á 30% lækkun, svona raunlækkun á einingaverði í Söru á undanförnum 3 árum. Það þýðir að Ísland orðið samkeppnishæfara á þessu markaði en þó að samkeppnin sé hörð. Það kom nýr aðili inn í fyrra og það var svolítið prósteinn á það hvernig verslun Íslendinga myndi þróast. Við vorum að horfa á fyrir 1,5 ári að önnur hver flík sem Íslendinga kaupa var keypt erlendis en við sjáum það eftir þessar breytingar sem hafa orðið núna undanfarið ár að þá svona 40% keypt erlendis og 60% hér. Þannig að svona hluti af þessu markaði að koma tilbaka en betur má við duga skal í þessu. Nú okkar stærstu verkefni framundan að vinna áfram að ólíssátt við eftirlitið og taka síðan við þeim verkefnum sem þar eru. Við ætlum að flytja bónus í Faxafinni yfir í Skeifuna og við ætlum að flytja bónus í Mosfellsbæ. Setti þarna blað til að hafa það að áætlunin okkar fyrir næsta rekstrarár eða rekstrarárið sem hafið EBITDA upp á 5 milljarða eða 6,5% af sölutekjum. Nú ég fékk heimild til þess að birta hér aðeins upplýsingar Ólís, þar sem ársreikningur þeirra liggur fyrir, þó hann sé ekki opinber. En Ólís átti mjög gott ár í fyrra og EBITDAn þar var tæpir 2,3 milljarðar. Nettóvaxtabærandi skuldir, rúmir 5 milljarðar í árslok. Þetta þýðir í rauninni að það framkallast verðhækkun á félaginu til okkar eins og kom fram í okkar tilkynningu upphaflega. Þannig að verðið hækkar 1 milljarð, þannig að við erum að horfa á vænt kaupverð upp á 10,4 milljarða þegar að búið að vaxtareikna kaupverðið. Við greiðum með 111 milljón hlutum í högum, handbæru fé og lánsfé og við erum búin að tryggja okkur skammtíma fjármögnun fyrir þessum kaupum. Nú auk þess þá erum við að kaupa fasteignafélagið DGVF og þar vænt kaupverð 400 milljónir króna
Skuldahlutföllin sem við fórum, eða ég nefndi áðan, eru sem sagt tvisvar sinnum EBITDA miðað við síðasta ár, eru nettóvaxtaberandi skuldir og við erum að horfa á heildarskuldir upp á 13,5 milljarð eftir viðskipti. Það eru 2 stór verkefni á þessu ári sem við erum að fara í, annars vegar flutningurinn á Bónus úr Faxafinni yfir í Skeifuna. Þar erum við að horfa á 1200 fermetra búð, þannig að við erum að bæta við okkur 400 fermetrum á þessu svæði. Framkvæmdir eru komnar af stað og við reiknum með að þessu verki ljúki á haustmánuðum, þannig að við opnum þar nýja búð á haustmánuðum. Að sama skapi þá ætlum við að flytja búðina í Mosfellsbæ og erum þar líka að stækka verslunina. Við erum að opna þar 1600 fermetra verslun, flytja hana á betri stað og við erum að fjárfesta í húsnæðinu þannig að við komum til með að eiga þessa fasteign sem búðin er í. Við erum ekki að kaupa íbúðir en við eigum fyrstu hæðina þegar við opnum. Og við teljum þetta mun betri staðsetningu og auðvitað vera með nýja búð sem að verður í þeim anda sem að þessi búð er. Þá teljum við þessa búð mikla búbót fyrir okkur í rekstri. Það voru mikla breytingar á síðasta ári, þar sem að var verulega aukin samkeppni og það sem við erum kannski hvað stoltust af að vera ennþá sá aðili sem að býður lægsta verð á Íslandi til viðskiptavina og neytenda. Það voru gerðar fjölmargar verðkannanir frá því fyrra sumar og þangað til núna á þessu ári, frá því að aðstæður breyttust á þessu markaði og það er bara einföld niðurstaða að í öllum þessum verðkönnunum að þá hefur Bónus oftast verið með lægsta verðið. Og það er að mínu mati afrek hjá starfsfólki Bónus að vera í þessari stöðu. Þið sjáuð að framleiðin okkar er óbreytt og við erum að bjóða lægsta verðið. Og það eru fjölmörg verkefni sem er verið að vinna að innan okkar eininga, umhverfismál, það er verið að vinna í matarsóun og við erum að ná árangri á fjölmörgum sviðum. Hagkaup og Bónus hafa tekið þá ákvörðun að hætta sölu á plastpokum eða innkaupapokum úr plasti á þessu ári og það mun gerast á haustmánuðum. Þar munum við skipta yfir í umhverfisvænni og lífniðurbrjótanlega poka. Við höfum líka verið í forystu með fjölnotapoka, þar sem að við erum með marga valkosti og erum búin að selja töluvera fjölda af þeim pokum. Og samhliða því að við tökum upp niðurbrjótanlega poka þá munum Hagkaup og Bónus gefa 100.000 fjölnotapoka til okkar viðskiptavina, þannig að ég held að verði að ári gjörbreytt umhverfi hvað varðar bæði umræðinu þessi mál og hvernig þessi mál eru innan verslana. Þetta var svona það sem ég hafði fyrir ykkur í dag. Ég ætla að nota tækifærið og þakka samstarfsfólkinu fyrir frábært starf á krefjandi tímum.